Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin á þennan streymisfund hjá okkur í Ferðamálastofu. Snemma á árinu 2024 á tímamótum eins og áramótum nú gjarnan skyggnst fram á veginn og menn velta fyrir sér hvað framundan og sumir strengja meira segja heit og setja sér markmið. En þess vegna ágætis tímasetning núna að fara með ykkur yfir nýjar spár sem að Intellecon ráðgjafafyrirtækið hefur unnið fyrir Ferðamálastofu. Þið hafið fengið, eða áhorfendur hafa munað kannski eftir því að við höfum einu sinni birt spár sem Intellecon hefur unnið áður fyrir ári síðan og núna eru þeir að ljúka því verkefni, samstarfsverkefni sem þeir tók að sér fyrir Ferðamálastofu að vinna myndarlegt spákerfi og afleidda spár sem að vonandi nýtist okkur fram á veginn til þess að taka upp reglulega spágerð og útgáfu spáa. Og Dr. Gunnar Haraldsson hjá Intellecon komin hingað til okkar til þess að kynna í raun og veru svona loka útgáfuna af spákerfinu sem að þeir eru þá búin að taka eins langt eins og búast má við og tala talsverðu máli útskýra fyrir mannskapnum hverjar nýjustu spárnar eru í upphafi árs fram á við litið og megináherslan í þessu spákerfi á 3 ár þannig að það 24 til 26 og við vitum að það mikill spenningur fyrir þessu. Margir vilja rýna fram á veginn og við vonum að komið að góðu gagni. Gunnar mun halda sína kynningu í svona cirka 30-40 mínútur, þetta meginefni, og ef menn hafa spurningar eða pælingar eða mótmæli eða hvað menn vilja hafa þá geta þeir sett það fram á spjalli viðburðarins. Og við munum þá taka það fyrir og beina spurningunum til Gunnars í lok fyrirlestrar. Og ég hvet ykkur til að vera mjög bara ófeimin við að nota þennan máta til að spyrja. Og við tökum það þá í lokin. En ég vil þá bara að því sögðu bjóða Gunnar Haraldsson virkilega velkomin til þess að deila með okkur afrakstrinum af þessari miklu vinnu sem þeir hafa unnið í þessu verkefni. Velkomin Gunnar. Þakka þér fyrir og gleðilegt ár til ykkar allara og ykkur öllum gleðilegs nýs árs. Það alltaf dálítið sérstakt að standa í þeim sporum að spá framtíðina og það nú eiginlega þannig að þetta verkefni eins og Jóhann var að lýsa hér sem hefur staðið yfir nokkuð langan tíma, umfangsmikið og rétt að hafa það í huga að þetta margþætt verkefni og það liggja nú fyrir alls kyns ýmiss konar efni og rannsóknir sem við höfum unnið á síðustu árum sem tengjast þessu og eru mikilvægt til að skilja í raun og veru hvernig spágerðin fer fram og á hverjum hvílir og svo framvegis. Og við erum búin að safna mjög miklu saman efni og þetta á alltaf að vera aðgengilegt á heimasíðu Ferðamálastofu. Og það líka alltaf skrítið alltaf að standa í þeim sporum þegar maður að spá að það búin undangengil mikil vinna og svo kemur maður fram með spána og þá það eina sem að eðlilega fólk hefur áhuga á eru spágildin sjálf en ekki einhver smáatriðir varða útreikninga eða útfærsluatriði eða svo framvegis og það eðlilegt en ég mun eins og áður þá vonumst við til þess að þetta sé
framlag til aukinnar ekki bara spá niðurstaðna, heldur sé þetta framlag kannski til að auka þekkingu á íslenskri ferðaþjónustu almennt. Við vonum minnst okkar að þetta sé skref í þá átt. Það er líka rétt að minna á það að við höfum áður birt spá og hún var nú nokkuð svona þótti bjart sínum tíma en ég held að reynslan sýndi að hún gekk nú nokkuð vel eftir og það verður mjög forvitnilegt að sjá hvort að þessi spá sem við birtum núna gerir það líka. En sem sagt, hingað til þá hefur þetta gengið, þá gekk þessi spá okkar ágætlega eftir. Nú, hér eins og áður er spáð lykilstærðir í ferðaþjónustu, þar að segja við spáum fjölda ferðamanna, heildarfjölda gistinátta og meðalfjölda gistinátta og meðaleiðslu ferðamanna á Íslandi. Og viðfangsefnið hefur alla tíð verið að finna tölfræðilega áreiðanlegar spálíkingar og reyna að nota þær til að spá fram í tíman. Eins og ég nefndi hér áðan þá liggja fyrir ítarlega lýsingar á líkönunum og forsendum þeim sem við gefum okkur í þessari spágerð. Og það er kannski rétt að lengri er haldið að segja frá því að þessi spá sem við birtum núna, hún byggir á tölum sem lágu fyrir í byrjun desember 2023 þar á síðasta ári. Og eins og við öll vitum þá er náttúrulega ýmislegt gerst síðan þá og gerist margt á stuttum tíma í ferðaþjónustu. Nú, það er líka bara rétt að hafa það í huga að við skiptum í raun og veru í þessu spákerfi okkar, þá erum við með 3 tímabil. Það er að segja að við gerum skammtímaspár sem eru á mánaðar- og ársfjórðungsgrundvelli. Þær gerum við til loka árs 2024. Við erum með millilangar spár sem byggja á ársgögnum og ná til loka árs 2026 og svo langtíma spá fjölda erlendra ferðamanna sem að við spáum allt til ársins 2030 með öllum þeim fyrirvörum sem að eiga þar við, því að sjálfsögðu þegar litið svo langt fram í tíman þá má kannski líta frekar á þetta sem framreikning frekar en eiginlega spá. Það minnst okkarstu verður að taka öllum slíkum niðurstöðum af varúð. Nú, það má kannski segja að það sem einkenni umhverfið þegar við erum að spá er að það virðast vera alltaf óvenjulegir tímar uppi. Ferðaþjónustan hefur verið að ná vopnum sínum eftir COVID-19 faraldurinn en það er ekki hægt að neita því að það er enn mikil óvissa efnahagshorfur í heiminum og kemur þar margt til. Átök fyrir botni Miðjarðarhafs og stríð í Úkraínu og guðmund og hvað sem hefur auðvitað áhrif á ýmsa hluti í hinu alþjóðlega hagkerfi, hefur áhrif á orkuverð og kaupmátt og verðbólgu og svo framvegis og það má þetta ætla að minnst okkar að einhverju leyti hafi það áhrif á ferðaþjónustu hér sem annar staðar. Nú svo hafa bæst við nýjir óvissu þættir eins og við þekkjum og það liggur ljóst fyrir að eldsumbrot á Reykjanesskaga eru dæmi nýja óvissu þætti sem að stinga upp kollinum og geta auðvitað haft mikilvæg áhrif á þróun í ferðamennsku á Íslandi á næstu misserum og jafnvel árum og jafnvel áratugum en það er ómögulegt að spá fyrir slíkt eins og öllum ætti að vera ljóst. Nú, líkt og áður og eins og ég segi við höfum svo sem kynnt þetta áður en það er kannski gott að hafa það í huga að við erum með ólíkar forsendur, þar að segja til skamms tíma þá beitum við tímaræðagreiningalíkönum sem útskýra breytileika innan hvers árs í spáðum stærðum. En til meðallangs og langs tíma þá beitum við líkanir sem byggir á S-bugðu kenningum að aðlögun að jafnvægi og er ákveðið, myndi ég segja, nýmæli í þessum fræðum sem að í raun og veru gerum við ráð fyrir því í slíku líkani að það sé einhver aðlögun að jafnvægi, það sé ekki óendanlegur vöxtur út í hið óendanlega.
Við gerum líka, verðum að gefa okkur ákveðna forsendur til lengri tíma. Þegar við erum að spá til lengri tíma þá notum við tölur fjölda erlendra ferðamanna í fortíðinni og svo áætlun þróun landsframleiðslu í OECD-löndunum fram til tímans og það verður að segjast eins og að þetta þarna þarf auðvitað að gefa sér forsendur. Við styðjumst við spár OECD og nýjustu vendingar í alþjóðamálum en það þarf auðvitað að hafa það í huga að OECD uppfærir þessa spár sína reglulega og þar af leiðandi þarf að uppfæra forsendur í spálíkani að sama hætti og þarna má sjá hvernig þetta fer nú nokkurn veginn saman en það örlítill munur þarna á. Eins og ég segi, þetta eitthvað sem þarf auðvitað að endurskoða með reglulegum hætti. Þá má líka minna á það að þegar við erum að tala fjölda erlendra ferðamanna sem að koma hingað til lands að þá þetta auðvitað flókið samspil framboðs og eftirspurnar eins og ítarlega rætt í skýrslum sem við höfum þegar birt opinberlega. Og auðvitað það þannig að eftirspurn eftir ferð til Íslands ræðst af tekjum og verði og frítíma og smekk hugsanlegra ferðamanna sem hingað koma. Og á móti kemur að framboð flugsæta og gistirýma og þjónustu, það auðvitað eitthvað sem mikilvægur þáttur í þessu og hve mikið farið út í það að fjárfesta í hótelum og innviðum, framboð af flugferðum til Íslands og svo framvegis ræðst auðvitað stóran hluta af efnahagslegum þáttum og rekstrarfræðilegum þáttum eins og hagnaðarvon og tækni og fjármagni og svo framvegis og að sjálfsögðu að stóran hluta af áætlunum eða væntingum fjárfesta hvernig framtíðin lítur út. Og það eins og í raun og veru alltaf raunin, þá skortur á gögnum margar lykilbreytur og þrátt verið að það orðið, myndi ég jafnvel leyfa mér að segja, bylting í framboði upplýsinga íslenska ferðaþjónustu. En engar síður þá höfum við kannski ekki öll þau gögn sem við myndum vilja hafa en þessum nauðsynlegt að einfalda hlutina í spágerð sem þessari. Án þessir, það þá ekki eftir neina bíða held ég að fara hreinlega yfir það að horfa til fyrst meðallangs og langs tíma hver spá niðurstöður eins og þetta horfir við okkur núna og með þeim líkunum sem við byggjum á. Og svo maður byrji nú á því sem kannski flestir hafa áhuga á að ef við erum að horfa til 2026 þá sjáum við þarna spá í þúsundum ferðamanna okkar fyrir 2023 sem nú reyndar liðið, 24, 25 og 26 og við sjáum að það aukning á þessum árum. Ég mun útskýra þetta aðeins nánar þegar við förum að tala lengri tímaspána þá verður þetta ennþá skýrara. En það þetta töluverð óvissa sem að endurspeglast í óvissubilunum, 90% óvissubilun sem þarna sýnd. En við sjáum, og það kannski rétt að nefna það, nú rétt fyrir jólin þá birti Isavia tölu fjölda erlendra ferðamanna sem ætti að vera nokkuð nærri lagi sem þá mjög nálægt í sem þarnir. Þegar við spáðum þessu þá vorum við aðeins hærri, það munar þannig 50.000 ferðamönnum á ári. Ef ég maður rétt þá þetta 2,21 milljónir sem að Isavia hefur tölur og ætti að vera liggja nokkur næri lagi. Þannig að við erum ekkert langt frá þessu og ætti ekki að skipta neinu gríðarlegu máli varðandi spá til framtíðar. En við sjáum það að það ætti samkvæmt þessu ætti þetta að vera tæplega 2,5 milljónir á næsta ári. Nei, á yfirstandandi ári fyrirgefið 2,6 á næsta ári og 2,7 það bil á árinu þar á eftir. En ég minni aftur á það að öryggisbilin lýsa því að það töluverð óvissa þessa stærðir. Þetta nákvæmlega sama mynd og höfum kannski sýnt áður, þetta sömu tölur, þannig höfum við sett inn óvissubil sem reyndar af því það af ákveðnum tæknilegum ástæðum það að reikna óvissubil með klassískum hætti. Við höfum sett þarna óvissu með því að beita Monte Carlo aðferðum á
stuðla í spájöfninni sjálfri. En við sjáum kannski, og það er kannski það sem er mikilvægt að horfa á í þessari mynd, er það að við spáum því raun og veru að eftir samdráttinn í fjölda erlendra ferðamanna sem varð óneitanlega eftir í COVID-faraldrinum, þá hefur fjöldinn náð því sem var og við gerum ráð fyrir því að það verði áframhaldandi aukning í samkvæmt þessum spálíkunum, það verði áframhaldandi aukning en ekki á sama hraða og var jafnvel þegar mest var fyrir COVID. Nú, ef við horfum til lengri tíma þá auðvitað enn og aftur vill maður slá alla varnagla, við auðvitað erum með mikilvægar forsendur þróun vergrar landsframleiðslu í löndum OECD. Við gerum ráð fyrir því að spálíkingar okkar séu traustar. Það líka rétt að hafa það fram að það eru þetta skekkjur, eða það má gera ráð fyrir því að það sé óvissa í framtíðinni og svo óvissa getur byggst upp með tímanum og enn og aftur að þegar horft mjög langt fram í tíman þá er þetta orðið mjög óræðanlega spára því að það getur svo margt gerst, bæði af mannanavöldum og náttúrulegum. Náttúran getur leikið með okkur eins og við þekkjum, þannig að enn og aftur þá kannski betra heppilegra að horfa á það sem sviðsmynd frekar en formlega spá. En þarna hefur við leyft okkur engu að síður að horfa nokkuð það sem við myndum kalla langt fram í tíman og þá sjáum við, þetta eru þær tölur sem ég nefndi áðan til 26, en svo haldi þetta áfram vöxtur og sem gæti þýtt að ef að þetta gengi eftir þá séu hér 2029 jafnvel komnir 3 milljónir ferðamanna. Og þið sjáum að þarna gerum við ráð fyrir því að það haldi áfram þessi aukning prósentu, þannig að sjáum við breytingu í prósentu frá fyrra ári. En eins og ég segi, enn og aftur, þetta eru framreikningur og þarna getur auðvitað margt breyst og ég held að það sé kannski ágætt að hafa það í huga fyrir þá sem að hafa nú eitthvað þessi mál að segja, sem er ekki ég, en fyrir þá sem að hafa eitthvað þessi mál að segja þá má velta upp eins og spurningum sem sagt bara hreinlega að þarna þyrfti trúlega að koma til auknar fjárfestingar í innviðum hér á landi ef að þetta er myndin. Nú, líkt og áður þá er þetta bara myndræn framsetning í raun og veru á sömu tölum og áður og við sjáum þarna hvernig þróunin verður í þessum framleiningi þegar lengra er horft fram í tíman. Og ég hef kannski glemt að taka það fram að skýrslan þar sem að þessi spá er birt mun birtast útrúlega mjög fljótlega og þar liggja fyrir miklu ítarlegri bæði umfjöllun og tölur en ég kemst yfir að fara hér yfir. Nú, við spáum ekki bara ferðamannafjölda heldur einnig dvalartíma og við skulum skoða hvernig spáin lítur út til meðal langs og langs tíma, hvað var það dvalartíma. Nú, ef við horfum á meðalfjölda gistinátta eftir ársfjórðungum og spáum þá út þessu ári sem nú er nýhafið, að þá sjáum við þarna að við spáum því að það verði niðurstöður eins og þarna sýnir að það sé á þriðja ársfjórðungi verði fjöldi gistináttar rúmlega 4, á öðrum ársfjórðungi 3,4 og 3 á fyrsta 2,7 og 4 og þetta er þessi árstíðasveifla sem við auðvitað þekkjum í íslenskri ferðaþjónustu og ekki bara íslenskri heldur víðast annars staðar í heiminum. Nú, heildarfjöldin sem er kannski eitthvað sem að fólk hefur ekki síður áhuga á að vita að þar gerum við ráð fyrir því að það verði þarna töluverð aukning í heildarfjölda gistinátta í samræmi við aukningu í fjölda ferðamanna almennt. Og sjáum skiptinguna þarna og enn og aftur þá sjáum við þessa ástíðar sveiflu í heildarfjölda gistinátta milli ársfjórðunga. Nú, þarna er myndræn framsetning á meðalfjölda og fjölda gistinátta spárinnar og það er rétt að gera að kannski benda á það að við gerum ráð fyrir því að fjöldi gistinátta sem er sýnt þarna hægra ásnum hann muni hækka meðan fjöldi gistinátta muni haldast nokkuð bara stöðugur út á næstu árum. Og það er í raun og veru það er áhugavert að
með það sem kannski skýrir þetta einhvern hluta líka það að með að við höfum séð það minnst í fortíðinni og eða má læra eitthvað að henni að mikil aukning eða hröð aukning í fjölda ferðamanna hefur allavega skilað sér í færri gistinóttum að meðaltali á hvern ferðamann, þannig að þetta endurspeglar það að einhverju leyti. Nú þá það eyðsla ferðamanna til meðal langs og langs tíma, það kreditkortaveltan sem við horfum þarna á og við höfum áður bent á það að þarna sé nú kannski þörf á því að bæta upplýsingar. Við styðjumst við þessi gögn kreditkortaveltu frá innlendum færsluhirðum. Það ófullkominn mælikvarði en þess vegna má kannski segja að það sé frekar áhugavert að horfa á breytingarnar og þróunina í breytingum frekar en upphæðina per se. En við erum að gera ráð fyrir því að meðaleynslan verði þarna eins og þarna sýnt, að þetta verði á fyrsta ársfjórðungi tæplega eða rúmlega 139.000 á hvern ferðamann, sé tæplega 160.000 krónur á hvern ferðamann á öðrum ársfjórðungi og fari svo lækkandi og eins og þarna má sjá verði rúmlega 128.000 á fjórða ársfjórðungi. Þarna þetta líka eins og oft áður töluverð óviss þessar tölur en það sem kannski fólk í greininni hefur ekki síður áhuga að vita og eðlilega hver þá heildareyðslan og þarna ég með langtímaspána í milljónum króna og við sjáum að samkvæmt þessu þá verður stöðug aukning í heildareyðslu íslenska ferðamanna í takti við það sem við gefum okkur fjölda ferðamanna sem hingað koma og við það líka rétt að taka það fram að þetta eru tölur sem eru að sjálfsögðu á föstu verðlagi september 23 ef maður rétt, þannig að þetta eru alveg sambærilegar tölur milli ára en þarna sjáum við þetta töluverða aukningu í heildareyðslu erlendra ferðamanna. Nú þetta voru niðurstöðunar þegar við horfum á þessar spástærðir okkar til meðallangs og lengri tíma en það kannski getur verið áhugavert að skoða þetta líka til skamms tíma því að spákerfið sem við höfum hannað það gerir það kleift og eins og ég nefndi í innganginum að þá það þannig að við beitum annars konar líkönum þar til að spá fyrir þetta eftir umfangsmiklar tölfræðilegar prófanir og sem liggja allar fyrir, greining tímaraða og það sem við höfum farið vandlega yfir brot í tímaröðum, leitni og sveiflur og framvegis. Við höfum prófað fjöldan allan af tímaraðalíkunum og jafnvel tauganetum. Að þá arima líkan með ástíðasveiflu, það sem ennþá minnstakosti kemur best út eða vel út til þess verk, eða minnstakosti nýtist við það verk sem við erum hér að reyna að vinna. En það má að sjálfsögðu hafa það í huga að við erum með fjöldan allan líkunum í spákerfinu sjálfu, þannig að það er lítið mál að prófa annars konar líkun og púla og pæla sér í gegnum það allt saman. Nú við tengjum skammtímaspárnar, millilöngu spánum með skölun og þannig að tilgangurinn hérna í raun og veru að spá breytingum innan hvers árs til að fá þessar til dæmis mánaðarspár. Og við eins og áður þá spáum við fjölda ferðamanna, meðalfjölda gistinátta, heildarfjölda gistinátta og meðaleyðslu ferðamanna. Og ef við horfum þá til skamms tíma og fjölda ferðamanna með þessum aðferðum, þá sjáum við þarna niðurbrot á því hvernig við sjáum fyrir okkur að þeir munu dreifast yfir árið. Hvernig þessi ástíðasveifla sem enn til staðar sýnir okkur að það eru flestir að koma þarna í júlí og ágúst og við gætum þess vegna búist við tæplega 280.000 ferðamönnum í júlí og rúmlega 287.000 ferðamönnum í ágúst og þannig að þetta, eins og ég segi, þetta gert til enn og aftur, þá gerum við ráð fyrir ríflega 2,4 milljónum á þessu ári og þetta verði dreifingi milli þeirra, en að sjálfsögðu eru óvissan töluverð. En ef ég man rétt, þá hefur nú þessi ástíðasveifla, þó hún sé þannig nokkuð ljós, þá held ég að það er nú svona ákveðin, kannski merkjum það að hún fari minnkandi
það sé ekki mikil ástíðasveifla áður var. Það náttúrulega líka eitthvað sem ákvörðunaðil í greininni hvernig hægt að minnka hana. Nú þarna sjáum við þetta nákvæmlega sömu tölur með myndrænum hætti og við sjáum líka hvernig þetta enn og aftur hvernig við erum búin að ná okkur eftir COVID árin, samdráttinn sem þá var. Nú ef við horfum á dvalartíman og lítum þá til skamstíma þá sjáum við þarna að við erum með spá meðalfjölda gistinátta eftir mánuðum. Enn og aftur, eins og ég nefndi áður, þá er líka ástíðasveifla í þessum tölum og við sjáum að þarna í júlí og ágúst gerum við ráð fyrir að það verði 4,2 gistinætur á ferðamanna meðaltali. Nú, heildartalan, bara til að rifja það upp, þó rúmlega 8,3 milljónir gistinátta og það er rétt að taka það fram að þetta er ekki alveg sambærilegt við þegar við byrstum síðast spána því að nú erum við með allar tegundir gistirýma undir, ekki bara hótel og gistiheimili heldur, allar tegund, teljum að það sé jafnvel áhugaverðari þáttur að skoða. Og við gerum samkvæmt þessu þá sína útreikningarnir að það meðaldvalartími verði 3,4 gistinætur árið 2024 og dreifist þá eins og þarna sést milli mánaðana. Nú, heildarfjöldin verður þá eins og þarna sést, það verði rúmum 1,1 milljón í júlí og 1,2 í ágúst. Annars sjáum við að það er þessi greinilega sveifla sem þannig að við sjáum en þetta eru sem sagt tölurnar sem við spáum þetta til loka ársins. Nú þá kemur að síðustu að hvað við sjáum fyrir okkur gæti verið eyðsla ferðamanna byggt á þeim gögnum sem við höfum og með þeim mælikvörðum sem við notum og eins og ég sagði áðan þá notum við kreditkortaveltu sem mælikvörð að eyðslu íslenskra ferðamanna byggt á tölum innlendra færsluhirða og okkur er það ljóst eins og flestum að þetta er ekki fullkomið mælikvarði en við vonumst til að hann minnstakosti segja eitthvað breytingar í meðaleyslunni og eins og eru tæpast til betri upplýsingar eyðsluna. Nú þarna sjáum við hvernig þetta er meðaleyslan í krónum innan ársins núverandi. Við gerum ráð fyrir því að samkvæmt þessum útreikningum þá verði meðaleyslan 143.000 krónur á yfirstandandi ári. Heildareyðslan gæti verið 350 milljarðar eins og við tölum áðan. En það sem er áhugavert þarna er það að reka augun í að meðaleyðslan, það er ekki sama ástíðasveifla þarna og varðandi fjöldan og gistinæturnar heldur virðist sem að mánuður þar sé hærri meðaleyðsla per ferðamann heldur en jafnvel í júní, júlí og ágúst. Þannig að það er áhugaverður hlutur í sjálfu sér og kannski eitthvað sem að því að aldrei er neinu verki algjörlega lokið og þetta væri til dæmis alveg rannsóknarefni í framtíðinni að skoða nánar. Þetta er hreinlega bara mindra en framsetninga og sömu tölum við vorum að sýna og við sjáum hvernig þetta lítur út en meðaleyslan hefur ekki, þetta er allt á föstu verðlagi, hún hefur kannski ekki farið hækkandi og þetta er auðvitað eitthvað sem að við vitum að aðilar ferðaþjónustu velta mikið fyrir sér hvernig hægt sé að auka meðaleyðslu erlendra ferðamanna hér á landi og þetta er viðvarandi viðfangsefni. Nú, svo ég taki þetta saman svona helstu niðurstöður í lokin að þá gerum við ráð fyrir því að heildarfjöldi erlendra ferðamanna geti verið nálægt 2,5 milljón á þessu ári, 2,6 á næsta og gæti jafnvel stemt í það ef svo fer fram sem horfir að það væru hér 3,2 milljónir árið 2030. En eins og ég nefndi hér áðan að þá auðvitað myndi það þýða að til þess að koma trúlega einhvers konar fjárfestingar í ferðamanna tengdum innviðum á þessu tímabili. Nú, hvað var það fjölda gistinátta? Þá getur það verið 8,3 milljónir á þessu og 8,9 á næsta.
eins og ég nefndi líka, hér er verið að horfa til allra tegundara skrára gistirýma, ekki eins og áður. Nefnið þetta aftur bara svo að ef fólk fyrir að bera saman þessa spá við þá sem var við síðasta, þá er þetta ekki í sömu tölunar. Nú, meðaleyðslan geti verið 143.000 krónur á þessu ári og heildareyðsla erlendra ferðamanna geti verið 350 milljarðar króna hér á landi. Og eins og ég nefndi hér áðan, bara svona til að hamra það inn að lækkandi meðaleyðsla sem við sjáum dálítið í tölunum á hvern ferðamenn fer hér saman við styttri meðaldvalartíma. Nú, þetta er nú svona í grunninn helstu niðurstöðunar en ég nefni það að enn og aftur að skýrslan mun liggja fyrir á vef Ferðamálastofu mjög fljótlega þar sem eru mun ítarlegri upplýsingar að finna og ítarlegri umfjöllun en ég kemst yfir hér á þessum stað. Nú í lokin þá eins og alltaf þá verður maður að minna á það að niðurstöður spálíkana ráðast auðvitað þeim forsendum sem gefnar eru á hverjum tíma og ef að þær forsendur breytast þá ættu spárnar að breytast að sama skapi. Þetta undirstrikar það að það er auðvitað mikilvægt að uppfæra spár reglulega og það að búa til spálíkan eða spákerfi er aldrei, því verkefni í raun og veru aldrei lokið. Þetta þarf að halda því áfram. Og að síðustu, og ég er nú kannski fyrir þá sem hafa neyðst til að hlusta á mig áður tala þetta efni, að þá þreytist ég ekki til að tala það að auðvitað hafa ákvarðanir og aðila í greininni og ákvarðanir stjórnvalda gríðarlega áhrif á það hver þessi framþróun verður. Og það er mjög erfitt að spá fyrir það. Man má til dæmis nefna að meðaleyðsla og meðaldvalartími ráðast til dæmis að markaðssetningu og því framboði sem er á ferðum til Íslands og hvaða framboð er hér á gistirýmum og svo framvegis og þá má velta fyrir sér, nú er þetta bara svona hugleiðingar minni hálfu, þá má velta því fyrir sér hvort að til að mynda aukið framboð á ferðaþjónustu tengdri ferðaþjónustu út á landi myndi hugsanlega til dæmis auka meðaldvalartíma ferðamanna á Íslandi. Það sé styttri meðaldvalartími ef ferðamenn koma einungis hér á Stóra-Reykjavíkursvæðið. En þetta er nú bara svona hugmynd til að nefna. Eins og Jóhann Viðar nefndi þá er þetta svona kannski lokahnykkurinn að minnstu kosti í bili í því sem að við erum að vinna fyrir Ferðamálastofu og það er einlæg von okkar að þetta muni nýtast af íslenski ferðaþjónustu í áætlanagerð, í stefnumótun og þannig að þetta verði ekki bara dautt plagg eða dautt líkan og það er einlæg von okkar að þetta muni leiða til betri ferðaþjónustu og betra samfélags til lengri tíma litið og þannig að eins og ég sagði áðan, svona spágerð þannig er aldrei endanlega lokið, þetta er eilífðarverkefni. Nú, ég ætla þá ekki að segja meira í bili en vildi bara þakka kærlega fyrir í þetta skiptið. Takk fyrir. Tekur þetta við spurningum ef að einhverjar hafa borist eða það er eitthvað sem er óljóst. Það er það sem kemur hér spurning hvort það sé eitthvað skoðu dreifing ferðamanna yfir landið eða yfir árið. Ég held að þessu yfir árið hafa verið svaraður um það í fyrirstöðum sko, en það þá spurning yfir landið. Nei, við höfum ekki hort á það í þessari spágerð, við höfum ekki hort á dreifingunni við landið. Það væri auðvitað mjög áhugavert og kemur inn á þetta sem að ég kannski nefndi áðan. Og þetta snýst líka sjálfsögðu þá gögn og upplýsingar, hvaða gögn og upplýsingar liggja fyrir. Ég held að þetta er mjög góð spurning og ég held að það er góð út af því sem ég nefndi áðan til dæmis meðaldvalartíman. Það myndi
enn og aftur kem ég alltaf að þessu sama að stefnumótun og ákvarðanir sem eru teknar til dæmis dreifingu ferðamanna aðra landshluta eða fleiri landshluta, meiri dreifing myndi svona trúlega að öðru óbreyttu hafa áhrif á meðalvartímann og jafnvel eyðslu. Þannig að þetta allt eitthvað sem væri þetta bara mjög áhugavert að skoða í framhaldinu og ég myndi þá vilja tengja þess að það væri ekki bara spá, heldur væri þetta tengt einhverjum svona tengt vinnu við stefnumótun íslenska ferðaþjónustu almennt. Svo spurt hvort að tölur fjölda ferðamanna í þessum tölum innihaldi farþega á skipum? Það eru tölur norrænu inn í þessum tölum, já. Ekki farþegaskip? Nei, ekki farþegaskip, nei. Og það eitthvað sem líka, við höfum mjög mikið velt þessu fyrir okkur og skoða hvernig þetta væri hægt og væri þetta mjög áhugavert. Það kemur líka þá inn á þetta með hvernig það þyrfti þá að afla mjög ítarlegra og upplýsinga hvernig ferðamenn skemmtiferðaskipa, hvernig þeir hve lengi þeir dvelja og svo framvegis og maður veit það bara að þetta ekkert alveg einfalt því að sumir jafnvel koma hingað til lands til að fara af skemmtiferðaskipum eða í skemmtiferðaskip og svo framvegis og það þyrfti að afla upplýsingar það því þeir verða þá ferðamenn hér með öðrum hætti heldur en þeir sem eru bara á skemmtiferðaskipum og koma í land og fara aftur borð í skipið. Þannig að þetta eitthvað sem þarna vantar auðvitað eða þyrfti að afla upplýsingar til að skoða þennan þátt sérstaklega. Svo spurt hvort að varðandi meðaleyðsluna, hún miðað við heimsóknina í heild eða eyðslu á dag? Þetta á heildina, þetta á ferðamann, já, meðaleyðslu ferðamann. Já, það gott að skýra það. Svo spurt hvort að meðaleyðsla ferðamann í maí, hvort hún getur verið hærri vegna lengri dvalar? Það gæti verið, já, en við sjáum sem sagt að það samt sem áður þannig að það lengri dvöl í júní og júlí. Þannig að, að hluta til það trúlega skýringa, það er sem sagt lengri dvalartími heldur en til dæmis yfir vetrarmánuðina. En það skýrir það ekki að fullu, þannig að ég að einhverju leyti já, en það einhverjir aðrir þættir sem geta skipt þetta máli sem væri vert að skoða og ég hef ekki alveg svarið því núna en eins og ég bent á, þetta góð spurning því að þannig væri áhugavert að skoða þetta samband nánar. Svo spurt hvort það hefur verið eitthvað lagt mat á hvað þessi spá myndi kalla á mikla innviðauppbyggingu. Já, nei, við höfum ekki nei, enn ein góð spurning. Við höfum ekki skoðað það hvað þetta myndi kalla á mikla innviðauppbyggingu. Það væri nokkuð auðvelt held ég að reyna að reikna þetta yfir í hvað þyrfti að byggja upp af gistirýmum en hvað varðar aðra þætti innviðauppbyggingar þá höfum við ekki gert það en það líka eitthvað sem væri auðvitað áhugavert að skoða og já, nei, eins og ég segi, það höfum ekki gert það en svona hlutaði væri auðvelt að slá einhvers konar mati á en öðru leyti ekki. Þá ekki fleiri spurningar á netinu núna? Já, þá langar við bara það í lokið bara. Jæja, takk fyrir mig. Við á Ferðamálastofu þökkum Gunnari kærlega fyrir greinargott yfirlit og kynningu á síðustu niðurstöðum úr þeirra greiningavinnu og spágerðarvinnu. Það gott að hnykkja á því einmitt að við munum setja bæði mun ítarlegri skýrslu sem að Intellicon hefur skilað, loka skýrslu til okkar, það sem farið grundigt yfir þessa hluti alla, inn á vefinn hjá okkur í fyrramálið og þar munum við líka birta á sama stað upptöku af þessum fundi ef menn vilja senda linkin áfram á einhverja kollega eða jafnvel hlusta aftur og glöggva sér betur á einhverjum atriðum. Og svo ágætt að hnykkja á því einmitt að í samvinnu okkar þá höfum við verið mjög dugleg að setja allar áfangaskýrslur í verkefninu
undanfari misseri inn á heimasíðu Ferðamálastofu, þannig að þeir sem að vilja fara svolítið á dýptina og sjá hvað liggur að baki í lokaskýrslunni, þá geta þeir fundið það með auðveldum hætti inn á heimasíðu okkar. Og ef það reynist raunar eitthvað erfitt að finna það, þá er bara að senda okkur línu og við getum sendt ykkur linkana hreinlega. Að því sögðu þá bara þökkum við þeim Intelikomönnum kærlega fyrir aftur og ég vona að þið hefur notið, og ef þið hafið einhverjar frekari spurningar eða pælingar, þá er bæði sjálfsagt að senda okkur línu eða þeim Intelikomönnum. Og við þökkum fyrir og sjáum síðar.